Já, kímnigáfu íslensku þjóðarinnar eru engin takmörk sett og ótrúlegir sprellikallar sem leynast all land. Mörgum brá í brún á árinu þegar þeir heyrðu að en ástsæli skemmtikraftur og leikari Laddi væri fallinn frá. En það reyndi sem betur fyrir á misskilningi byggt og það var ungur maður sem ákvað að koma þessari kviksögu af stað. Af hverju gerður þetta? Já, það má eiginlega segja að þetta sé svolítið svona einkahúmor hjá okkur mömmu, sko. Og hvernig datt þér þetta í hug? Já, það má eiginlega segja að þetta hafi verið svona grín sem að mamma byrjaði með, sko. Nú? Já, sko, þegar ég var lítill, þá sagði hún við mig og systur mína, sko, að pabbi væri dáinn. Og var hann ekki dáinn? Pabbi? Nei, hann var alveg sprelllifandi. Hann var bara í útlöndum. Kaupmannahöfn. Það er alveg ótrúleg, hún mamma, sko, ótrúleg. Ég reyndar ekki mamma þín. Hún mamma þín er dáin. Ég er það! Hún er alltaf. Sprellikettling. Ég er sprellikettling.